Yes sir, við erum mættir aftur. Já, löng pása. Já, löng pása. Fengum hann að kulnun í 2-3 vikur. Já, ég þurfti að taka mig frí. Já. Þannig að ég kíkti til Berlínar, það var hrikalega gaman. Já, trúi því. Fór að Hertu Union. Já, Herta Union Berlín. 75.000 manns, Já. fullur leikvangur. Það var rosaleg stemning. Svipað eins og verður á Valsvellinum í sumar. Já, en þú varst vilur á meðan, við erum konum með Smitten með okkur lið. Já. Það er virkilega sterkt. Ég hugsaði sko, ég nenni ekki að hafa það á lausu lengur. Þannig ég ákvað að fá bara Smitten með mér í lið. Já, þú varst að tala um þetta væri meira góðgerastar sem ég hjá þeim að veitum með prímum aðgang meira heldur en einhver svona samnings. Já, það myndi bara gera svo mikið fyrir mig að þú væri settlaður. Sko. Já, ég veit. En það er risað þáttur í kvöld. Já, heldur betur. Við erum heldur betur að sparka boltanum á stað, þessi fótboltasumri. Við erum komni með Heimi til okkar í setti, þjálfara Vals. Vertu velkomin Heimi Guðnason. Takk kærlega, mikill heiður að fá að koma hingað. Þetta er bara svipað og maður sagði alltaf þegar maður boðaður þegar Höskuldur boðaði mig í Káruútvarpið. Já. Mikill heiður. En fyrsta spurningin er alltaf svo sama. Birkir, þú átt hann og skuldlaust. Já, ég er náttúrulega í þessu tilfelli veit ég svarið þinn, en ég ætla samt að fyrir þá sem vita ekki, en þú veist, Heimir átti ykkur að tengingu í skák? Já, ég er góður að tefla. Já. Það er einfalda svarið. Já, þú varst nú eitthvað aðeins að segja okkur fyrir þátt ykkur hetjusögur að Höddi Magfélaginn, hann átti ekki erindi sem við innvíja milli ykkar tvekja. Nei, það var eiginlega bara slátur. Já. Það var bara þannig. Það var og við gerðum það þannig að góði vinnir að við fórum með þetta í sal í líkamsræktarstöðinni Hress í Hafnarfirði sem að Nonni vinur minn á og fórum með upp á svið með borð, 2 stóla og tafl og svo voru áhorfendur. Okay. Og Hörður Magnússon, hann fór algjörlega á taugum. Og 5 mínútuskákir, 3-0 og tiltölulega þægilegt. Og hann var svolítið, eftir skákirnar, þá vældi hann mikið yfir því að stuttur tími. Já. Þannig ég teldi við hann eftir og gaf hann 10 mínútur og það var sama niðurstaða. Já. Og svo er sonur þinn eitthvað í skák líka ekki? Jú, sonur minn Hilmir Freyr er að tefla í dag og er nú akkurat að tefla núna á Reykjavík Open og gengi ágætlega, svona kannski hefði mátt ganga aðeins betur en hann er duglegur og duglegur að æfa og hann í framtíðin á eftir að vera topp skákmaður. Særði mig í leifi, sko, náttúrulega er að ég og Hilmi vorum báðir í Salaskóla og ég var náttúrulega lengi vel, sko, geitin í Salaskóla, sko. Já, en Hilmi er búinn að taka við þeim kyndli, sko. Það var myndaður fór vekk, hún er ekki lengur. Já. En ég var, eins og ég segi, ég var út í Berlín og ég var á sem leik, Union Berlín á móti Hertha Berlín og 75.000 manns, blíð, slæti, þvílík stemning. Aðeins innblásin af því, hver er skemmtilegasti leikur sem þú þjálfaði eftir, en hver er skemmtilegasti leikur sem þú farið á? Það er að segja stemmingslega sig. Þetta er frábær spurning. Það var þessi leikur ekki á Ólympíuvellinum í... Jú, Ólympíustadion hann í Berlín. Já, ég fór nú einu svona leik þar með Hertha Berlín held ég örugglega og það var geggjustemning. En kannski svona einn skemmtilegasti leikur sem ég farið á í samtíð þetta var í Varsjá í Pólandi. Þá var Legia Varsjá, voru þá sem sagt meistarar og ég var þá aðstoðarþjálfari hjá Óla Jó hjá FA og þeir voru að spila sem sagt meistarana. Og þetta var á heimavelli Legia og ég og Eiríkur Þorvarðarsson. Já. Markmannsþjálfari fórum til Varsjá og á völlin og það byrjaði nú eiginlega þannig að ég var með tengilið sem ég átt að tala við og ætlaði að hleypa okkur inn á völlin og við mættum þetta var laugardegi, seinnipartinn á laugardegi og við mættum flottir í tauginu og skyrta og jakki og
allur pakkinn og svo náði ég ekki tína tengilið og ég var bara, við stóðum hann fyrir utan og það var allt vittlust þarna. Lögga var bara þarna fyrir utan, það var bara að vera að skutla mönnum og herinn var bara að vera að skutla mönnum inn í bíl og keyra þá í burtu og við stóðum alltaf tverju og sem bara, við erum ekki að fara að sleppa lífandi hér, við verðum bara, það verður bara, svo loksins 5 mínútur fyrir leikinn, þá, ég var að ringja heldur 20 sinnum og þá náði ég inn að tengilið og við komumst nú inn á völlin á endanum, en stemningin sem var á vellinum það bara eitt að geggjaðasta sem ég hef nokkuð tíma lent í og ég meina sungu allan tíman og blís og allir pakkin þetta er svona kannski það fyrsta sem kemur upp í minningunni svona, þetta kom svolítið óvart þetta hefur maður farið á fullt af leikjum bæði þú náttúrulega í Englandi, Spáni og Norrlundunum og svo framvegis en svona þetta kannski stendur svolítið upp úr þessi geggja stemning sem var á og þetta er sögufrægu völlu líka ég held að hann er byggður einhver tíma, hann komið svolítið til ára sinna byggður hann 1920 eða 30 eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að þetta var geggjað. Já, það eru trilltir hann í Pólandi. Já, áhorfendurnir er alveg frábærir. Það var rosalega gaman á vellinum. Mér langar líka að taka hver er skemmtilegasta stemning sem þú eru upplifað í þjálfarabóksinu? Ég held að það hefði verið Braga frá Portugal. Það var svolítið, spiluðum töpuðum fyrir leiknum, minnum við 2-1 og seinni leikunum var þetta er svolítið skemmtilegu völlur, hann er svona byggður í bara berg heila og þú kemur bara og keyrir upp eitthvað og þar er allt í húnum bara geggjaður fótboltavöllur og það er bara eins og hann hafi verið svona bara bergið hafa bara verið sprengt og hafa bara sett við fótboltavöllur og það er rosalega flottur og minnir í leiknum að fá dattn út á endanum en komist yfir í leiknum og það var geggjuð stemning á vellinum og mikið af fólki og Braga, það svona kemur fyrst upp í hugan. Já, Braga er bara eitt af bestu liðum í Portugal, sko. Er það ekki það? Já, á eftir þessum tveim hana, Benfica og Porto. Sporting. Helviti verið að segja ekki. Nú hefur þú þjálfað nokkra skrautlega karakter á ferlinum. Hver er fyndnasti karakter sem þú þjálfað? Það var ekki búin að búa með þetta. Það er erfiðar spurningar. Já. Ég hef þetta að hlusta á strákinn minn. Já, en ég skal segja það, sko, að strákurinn á nokkra spurningar það er svo leys ég eru svakalega ekki fattara fyndnasti eða skrautlegasti sem skrautlegasti já Guðmann Þórisson kemur upp í hugan það var gaman en það var krefjandi að þjálfa hann en algjör topp drengur og ég gaf honum alltaf það að hann var frábær liðsmaður og gekk fram fyrir skjöldu og ég meina ef það voru riskingar á vellinum að þá var hann fyrsti maður sem mætti og gerði allt vitlaust þarna en já, Guðmann Þórisson það var bæði gefandi og krefjandi að þjálfa hann skulum orða það þannig Finnir fyrir pressu á leiðinni þetta tímabil eftir hvernig seinasta leikti endaði? Ég held að sé í þessu þjálfarastarfi þá er þetta þannig að það er alltaf pressa svo er þetta bara hvernig þú vinnur með hana en það er líka þannig auðvitað bara eins og hjá Val að menn vilja vera við toppinn og eðlilega eftir síðasta tímabil sem endaði ekki vel að þá vilja menn koma sterkir tilbaka og ég held að það sé kannski meira svona við hugsum þetta svolítið þannig að það sé meira hungur að koma tilbaka eftir
síðustu leiktið heldur en að það sé meiri pressa. Ég held að sé ef þú þjálfar flest þessi lið þá alltaf pressa. Það líka bara pressa að fara út að labba með hundinn. Það líka pressa. Já. Það getur allt gerst. Já. Það er pressa alls þar. Ég meina það er stundum þegar maður er í hjónabandi þá er pressa. Láttum við það ekki. Já, nákvæmlega. Það er alltaf. Já, en það er samt þannig, þú talar að fylgja ákveðin pressa að vera þjálfari, þú ert búin að vera lengi í þessum bransa. Ég man ekki hver léti þessi orð falla einhvern tímann hjá okkur, hvort það var Siggi Höskulds eða Arnar Gunnlaugs. Það var eitthvað sem sagði, sem sagt, þegar þú tekur við þjálfarastarfinu, að verður tilbúin að sofa ekki neitt á nóttunni. Hvernig hefur þetta verið mikið álag, svona langvarandi álag? Þú náttúrulega búin eða ertu bara sefur eins og steinn? Nei, ég maður ekki, við kynum það alveg, maður svaði ekkert mikið þegar þetta gekk ekki vel þarna, til dæmis bara síðasta haust. Nei. Og þú ertu, og þú ert náttúrulega starfið mitt felst í því að reyna að finna lausnir á vandamáli liðsins og þá þarf maður að vinna, byrja að snemma og vera lengi og það er bara partur af þessu en auðvitað er þetta líka þannig að með ákveðnu reynslu, ég meina þetta var oft þannig bara þegar ég var að byrja að eftir leiki þá gat maður ekki sofið og sérstaklega eftir tapleiki þá bara satt maður upp í sófa og horfði á sjónvarpi bara til 4-5 á morgnana og var að krifja leikinn í hausnum en svona með reynslunni þá kemur það nú að það er kannski betra að bara reyna að sofa og vakna svo fyrir morgunin og byrja að vinna þess í þess. Já, algjörlega. Hefur áhyggjur af frammistöðu liðsins á undirbúningstímabilinu? Ekki kannski áhyggjur en ég viðurkenni það alveg að við hefum viljað fá betri úrslit. Reyndar höfum við verið aðeins að rótera liðinu í síðustu leikjum en ég tel að eins og staðan er á liðinu að þá er liður í fínu formi alla mælingar sína það og þannig að við þurfum bara að nota núna síðustu vikuna til að slípa okkur saman og vera bara klárir á þriðjudaginn á móti IBVF og það verður hörkuleikur og ég menn alltaf baráttuglaðir komnir upp í efstu deild og vilja sanna sig og búin að fá fína leikmenn þannig að við þurfum að vera klárir. Það er líka ég var að fatta bara heima að tala um þetta að Valur búið að vera rosa mikið jójó Óli Jó tók, þeir eru Íslandsmeistarar svo tók 7. sæti, svo tekur þú verið Íslandsmeistari og svo aftur, náttúrulega engin skýring á þessu þannig en þetta er dálítið ökklega eira hjá okkur. Já, ég sammála því og eins og segir réttilega 2019 hjá Óla Jó gekk nú vel og svo kom ég og liðið var meistari 2020 og svo aftur núna, þannig að við tókum ákvörðun í haust að stokka þessu spilin og svona bara breyta leikmannahópnum aðeins eðlilega í ljósi þess að 2 af þessum 3 árum þá höfðu ekki verið nógu góð þannig þá mátu við stöðuna þannig að það þyrfti aðeins að breyta til og svo sjáum við hvernig það gengur en ég er svona tel að það hafi verið rétt. Hversu mikil eftirsjá til Kristinn Frey? Já, ég meina það var bara Kitt er frábær fótboltamaður og stóð sér vel sérstaklega 2020 kannski síðri 21 það var tekin ákvörðun það að bara samningur hans rann út og það var tekin ákvörðun það að sem ekki við hann og hann fór bara til Óla Jó vinnur hans í FH og þeir eru fínir saman. Frí og léttul, skál fyrir þeim. Já, ég fæ sóta vatn. Já, skál. Þeir eru miklir aðdáendur Gauja Þórðar.
Og þeir vildu endilega fá eina góða sögu á Gauða Þórðar ef þú átt hana handa okkur. Hversu krefjandi var að vera leik með Gauða Þórðar? Gauji, það alltaf, mér fannst frábært að vera á Gauða Þórðar. Já. Og það yfirleitt, það oft þegar fólk spyr mig hvernig það verið hjá Gauða Þórðar og ég segi það var frábært og þá það ekki alveg að kaupa það. En ég var með hann hjá Káa og svo náttúrulega í KR og ég kunni afskaplega vel við hann. Var góð þjálfari og svona, hann var rosalega góður að mótivera menn og ég líka bara áttaði mig á því fljótlega að ef ég ætlaði að vera í liðinu hjá honum þá var bara best að gera eins og hann bað það var ekkert verið að flækja þetta sko. Það var bara, þú veist, annarkvort gerur þetta, ferðu mína leið eða þú getur bara gleymt þess og farið eitthvað annað. Þannig ég fattaði hann fljótlega að það væri bara best að gera það sem hann sagði og hann hafði ákveðna hluti sem sagt hvernig ætti að spila inn á miðinni og ég fór bara eftir því og sem sagt spilaði nú alltaf undir hans stjórn, en hann var klóku líka kallinn. Ég man eftir því að vorum að spila leik á KR-völlinum og KR-í og í var þá með þetta var 95 með geggjalið tvíburarnir voru og Alexander Högnason og Óli og fleiri topp og þeir voru svaka góðir að pressa og við lentum í fyrri hálfleik í vandræðum. Ég var að tapa boltanum hann í fyrri hálfleik sko. Okay. Og ég heyrði bara á hlið bara farð að gera þetta sem maður og það kom ekki einu sinni sko, það kom 3 og svo heyrði ég bara næst Maggi, farð að hýta ég hugsaði bara, kallinn að vera að taka mig að velli í Fyrri hálfleika? Það er bara í hálfleik sko. Okay, ég bara kom með hausinn undir hendinni, labbaði inn í búningsklefa og hugsaði með mér, þú veist, hann er ekki bara að fara að taka með velli, hann er líka að fara að taka með líf sko. Og þá var hann klókur og kom inn í klefa og bara kom og tók utan um mig og bara svo var með svona bara mjög föðurlegur og sagði bara hættu að tapa boltanum á miðinni og þá verður þetta allt í góðlega, eitthvað svona sko og klappaði mig bara á hausinn og ég náttúrulega bara peppaði svo upp og ég fór út í seinni hálfleikinn og var geggjaður í seinni hálfleiknum sem var mikið til honum að þakka því að ég var náttúrulega bara gjörsamlega hélt hann náttúrulega að myrða mig eftir fyrri hálfleikinn en hann var klókur í þessu og góðu þjálfari. Var þetta ekki alveg nógu góð saga? Það er einhverja fleiri? Jú, þetta er flott. Arnar Gunnlaugs talaði að hann hafi dálítið svona nútíma vætt fótboltan þarna á þessum tíma. Ertu sammála því eða? Já, ég minni það að hann var fyrsti sem sagt þjálfarinn sem að byrjaði að æfa í nóvember, desember og svo byrja aftur í janúar og æfa svona mikið á Prísísson. Já, undirbúningstímabilinu og ég held að hann hafi verið fyrstur í því og hann var líka fyrstur, hann var með mjólkursýrumælingar og alls konar svona, ég meina þetta var áður til þess bara áður en hann kom eða byrjaði á þessu, þá var þetta nú bara þannig að menn bara spiluðu innanlandsbolta 2 sinnum í viku í gamla salnum í KR og svo bara þegar voru 6 vikur í mót þá bara að byrja að æfa á fullu, þannig að hann var svona kannski svo fyrst sem að breyti þessu. Algjörlega. Já. Kemímenn, þeir elska góða málm og þeir voru að telja þessa málma og þeir töldum það bil 11 málma í heildina sem þjálfari. Fyrsta spurning frá þeim er einfaldlega, geymur þetta allt inn í stofu, ertu búin að leigja geymslu út í bæ? Sko, þetta er eitthvað þessu er nú í bílskútum. Já. Eitthvað að þessu er í er hægt að sjá þegar menn koma heim til mín. Eitthvað að þessu veit ég ekkert en hvaða titlar er í bílskotum og hver er í stofunni? Ég hef ekki hugmyndum. Þetta eru 7 Íslandsmeistaratitlar sem þjálfari sem er náttúrulega magnað afrek.
Hver er þinn uppáhalds málmur? Það er sem þjálfari. Já, sem þjálfari. Það er 2008 Já, FH. Keflavík dæmið hann. Já, það er svona, og ég líka 2020 með Val, hvað er Helgi Sig að hringja núna? Vill fá skák. Gott að tefla. Já, ég sagði honum að ég væri hérna, sko. Þannig að og hann sagði það nei, ég ætla ekki að ljúga upp á hann. Nei, en já, 2008 og líka með Val 2020 mér fannst það líka sem sagt að því liðið hafði held ég fengið 20 og 8 stig 2019 og sem sagt var svolítið verk að snúa þessu við og spiluðum geggjaðan fótbolta, skoruðum held ég 50 mörk í 18 leikjum og þetta var líka svona svolítið, að þetta var svolítið COVID dæmið, þú veist, maður þurfti svolítið að þú veist, það mátti ekki æfa og það mátti bara æfa í hópum og alls konar svona, það var svolítið challenge svona að takast á við það en það var svolítið eftirminnilegt og líka held ég 10 leiki í röð. Beint í mækinn, hann er svo leiðilegur, sko. Hvað segirðu? Ef þú fer svona, þá heyrist ekki neitt, sko. Já, ok. Já, en aðeins að Keflavík aftur, þetta er þinn fyrsti titill þarna, ekki satt, sem þjálfari, 2008. Var ekki Keflavík bara eiginlega búið að vinna þetta eða voru bara eitthvað nokkur fyrir eftir það? Jú, þetta var þannig að sko Keflavík átti hvort það voru 6 ég man ekki alveg hvað var mörg stig en í hafa leikur fræguleikur í Krikanum þar sem að Keflavík næði jafntefli til að verða Íslandsmeistarar og þeir áttu svo leika móti Fram í Keflavík í síðustu umferðinni og F átti inni frestaðan leika móti Breiðablik í Krikanum og svo leika móti Fylki í Árbænum og þetta var nú fræguleikur sem endaði 3-2 og Atli Víðir Björnsson skoraði sigurmarkið á 89. mínútu minni mig og Tryggvi Guðmundsson tók fagnaði fyrir framann leikmenn Keflavíkur sem sló í gegn sem sló mikið í gegn en það virkaði vel á það því að það fór rosalega töðunar á þeim og svo spilaði sem sagt FH við Breiðablik í miðri viku vann samfærandi 3-0 og þá munaði sem sagt einu stigi held ég á nei Keflavík var 2 stigum á Keflavík var 2 stigum á undan og sem sagt minni mig og þá fór þetta þannig að FH vann Fylki og sem sagt Þórhallur Ölli sem var þá með Fram þeir fóru haldið Keflavíkur í síðustu umferðinni og unnu sem sagt Keflavík 2-1 þannig að þetta var mjög eftirminnilegt í Árbænum á sínum tíma. Og kann Þorvaldi bestu þakkir líklega? Já, Þorvaldi topp maður, ég var bara gríðalánaði með hann. Aðeins að þessum leikmaður, þú varst náttúrulega partur af gullkynslóðinni eins og hún er kölluð í KR, 69 árgangurinn. Pabbiðin líka? Já, ég ætla einmitt að fara að nefna nokkur nöfn, Kristins, Móði, Dótti Guðjóns, Hilmar Björns og sjálfsögðu Þorsteinn Stefánsson og gleymdum. Já. Þið unnu allt sem hægt var að vinna, þarna upp yngri flokkana og þú þóttir ansi góður ansi snemma, þú varst bráðþroska, ekki satt? Jú. Og spilaði þinn fyrsta meistaraflokksleik, hvað varstu gamall þá? Ég held að það veri 86, minni mig. Já. 17 ára. Já. En sem minni það, 80, nei, ég held að það nú verið fyrr.
Það hefði ekki verið 80 sem sagt í deildinni. Ég spilaði nú einhverja leiki á undan það sem að annarkvort held ég Reykjavík múti eða æfingaleiki eitthvað svoleiðis, en fyrstu leikinir í deildinni voru 80 og 86, já, held ég örugglega. Sko, þú spilar síðan aftur með KR frá 91 til 97-8 ef maður rétt. Og ferð fyrir 99 tímabilið. Var það sárt? Sjá, nei, ég held þú sétt út eitthvað örugglega núna, sko. KR eru meistari 99. Nei, ég fór, sko, sem sagt, sjá, 93, sem sagt, sko, ég fór í KA 90. Já. Þá var hérna Ian Ross var þjálfari þá og mér fannst það bara ekkert kunna að þjálfa og hérna þá var ég 1 ár hjá Gauja, svo kom ég tilbaka, spilaði 91, 2, 3, já, svo kemur Gauji, 4, 5, Lúka, 96 og 95, já, hann 96, þá tappaði KR titlinum hann í Fræ var það var 96, já, upp á Skaga, leikunum Fræi. Já. Og já, 97, svo fer ég í Skagan, spil í Skagan 98 og 99. Já, það var 8, já, fórst fyrir það tímbil, já. Þannig að, já, og svo, fyrr. Já, og svo fer ég í FH, sem sagt, í janúar 2000. Já. Hvað fannst þér best að vera? Mikil spurning. Ég auðvitað, sko, þetta alltaf þannig að það sem þú elst upp, að það svolítið svona, ef maður lítur á þetta, bara eins og þú nefnir á hann, það var geggjað að alast þarna upp og voru frábærir hérna, strákar, náttúrulega bara æsku heimilið og hérna, og ef maður var ekki að æfa þá voru við út í fótbolta, þetta náttúrulega ekkert eins og hérna, í dag, þannig að þú veist, auðvitað hefur maður alltaf ákveðna taugar til uppeldisfélagsins, en ég get líka satt það að hérna, ég var hjá FH í hérna 16 tímabil held ég örugglega, frá 2000 til 2000 og einu meira, 18 tímabil til 2017 og var líka náttúrulega gríðarlega velgengni og hérna kynntist algjöru topp fólki sem ennþá vinnur manns í hérna í dag, þannig að hérna, það var líka frábært. Já, algjörlega. Þetta var svona pólitískt svar, ég tek þetta á mig. Ég tek þetta á mig. Tómas Þórótsson á messanum, okkar maður. Já, gælurnar á messanum. Finnur ekki betur mat. Ganska smitten. Hann mikið að pæla í framtíð fótboltans og við leiðum hann að koma með þessa spurningu. Fótboltinn hefur mikið breyst á síðastliðnum 10 árum. Hvernig kemur fótboltinn til með að breytast á næstu 10 árum? Sko, það sem hefur breyst mest í fótboltanum á þessum 10 árum bara tökum dæmi að við horfum, við sáum nú ekki allan leikinn, mista fyrstu 20 mínútunum, ef þú horfir á Liverpool, City hérna í gær, það bara hvað leikmenn eru gríðarlega vel þjálfaðir og í dag hægt að hérna, bara svo við sjáum hjá þessum bestu liðum, hægt að pressa lengur, það meiri hlaupagetu, eru bara snarpari og þetta sprintdistans, það þú veist, hefur aukist mikið, þú veit ekki mikið að sjá menn í dag bara röltum svæði, sko. Nei. Og ég held að þróunin, sem sagt, og þetta ef þú tekur núna síðust 10 ár, það var þetta stærsta mínum að þetta stærsta hérna breytingin og ég held að á næstu 10 árum þá verði sama upp á teningnum að hérna, það verður þróun í þessu hérna, fitness dæmi og hérna, ég held að þú veist, ef maður lítur á hérna, bara eins og City
Liverpool þá sóknarleikun hjá Liverpool hann er ekkert gríðlega flókin en það er bara þessi litlu hluti sem menn er að gera inn á vellum ekkert frekar hjá Guardiola sko yfirmannasvæðin og í sóknarleik og svo frammeðist það er bara þessi ótrúlega vinna bara að þegar boltinn tapast að setja pressu, alltaf pressa á mannið með boltan og geta verið með vörnina hátt uppi og þessar tæklingar og allt þetta og þetta er kannski það sem að á eftir að þróast held ég meira. Mér fannst hann sko, ef við tölum að setja í Liverpool-leikinn, þú veist, mér fannst til dæmis sko, að því við talum að varnarlínu svo hátt uppi, þegar með bakverðin eins og Liverpool, með Robertson og Alexander Arnold, þá var svo rosalega auðvelt fyrir þá að senda alltaf aftur fyrir vörnina og það var alltaf eitthvað laup á bakvið, þú veist, en það er líka bara vankantar við það að vera með vörnina svona hátt uppi. Já, það er oft svona regla í þessu að þegar maðurinn sem boltan er ekki undir pressu þá er svona meginreglan að varnirnar séu að falla falla niður. Algjörlega. Mér langar aðeins að koma inn á Hannes. Hann fór og það var svolítið fjadrafólk í fjölmiðlum. Getur eitthvað útskýrt það nánar? Ég er ekki komið 2022? Jú, það er það sko. Það er 21 er búið og nú komið 22 og við bara lítum fram við einn. Já. Hvaða leikmann... Frábært, takk fyrir þetta. Hvaða leikmann myndir þú taka úr ensku deildinni ef þú fengir að velja þér eitt leikmann? Eitt leikmann? Já. Ég held ég myndi... Í þitt lið? Já, í mitt lið. Ég held ég myndi taka De Bruyne. Já, það var fínt að hafa hann. Það var fínt. Hann er ágætur að gefa úrslitasendingar og ágætur að skora mörk og já, hann er bara ágætur í flestu því sem að við kemur fótboltanum. Ég myndi allan daginn svona fyrsta sem dettur upp í En þá, fyrst sem dettur upp með hefur bara, er ekki Íslenski Kevin De Bruyne, er það ekki Kristinn Freyr eða? Það spyrir mig eða? Það er eitthvað báða bara. Yeah. Er ég fjara lagið eða? Er ég aðeins að fara með Kristinn upp til skíðana eða? Nei, ok, áfram gakk. Förum aðeins yfir gluggan. Við erum búin að sækja Aron Jó, Hólmar Örn, Ágúst. Við? Ertu að það með valsar eða? Nei, ég getur þetta ekki sagt við, ég er káingur sko. Já, einmitt. En jú. Orri Hrafn, Heiðar Ægisson, Jesper Júlsgaard, Guy Smith. Ertu ekki bara par sáttur við þessi innkaup eða? Jú, við erum sáttur við leikmannahópinn og voru, bara eins og ég sagði á hann, voru gerðar ákveðnar breytingar og þessi leikmenn sem að þú nefndir komu inn og aðri fóru og við erum mjög ánægði með leikmannahópinn. Eina sem að var svolítið svektur var Andri Adolfsson. Já. Mér finnst hann geggjaður fótboltamaður og hann sleit krossbönd núna í vetur og spilar ekkert þetta tímabil, þannig að það er svona einu vonbrigðin og annars erum við mjög sáttið við leikmannahópinn. Já. Og með góða breytt líka sem að skiptir miklu máli og að það sé samkeppni. Já, mikill missi bara fyrir deildina. Andri Adolfs hafi verið höfuðmeiðslina undan því, búin að vera bara mikið frá. Ætlar að bæta eitthvað við þig? Nei, við ætlum ekki að bæta við neitt. Eins og ég sagði hann, við erum ánægði með hópinn eins og hann er núna og við gerum ekkert í þessum glugga en svo veit maður aldrei, það kom upp alls konar svona scenarios og kannski gerum við eitthvað á gluggan, veit það ekki. Ok. Hreyfismenn vilja vita hvaða þjálfarar í bestildinni er erfiðast að eiga við? Er einhver sem er með þig? Já, ég sem sagt ég er búin að eiga böluðu basli með Rúnar Kristins. Já. En ég er aðeins að ná vopnunum mínu tilbaka á
móti honum og þegar þú spila við KR-lið undir hans stjórn þá eru ákveðnir hluti sem þurfa að vera í lagi eða ætlar að ná úrslitum á móti KR og það hefur lagast hjá okkur núna síðustu 2 ár. Já. Og svo er finnst mér hann Siggi Hörkul, ég finnst hann klókur og hvernig hann leggur upp leikina og hvernig hann spila og leiknismennir og þá sem sagt finnst mér að erfitt að eiga hann líka. Já. En erfiðast að eiga Óskara? Nei, Óskar er nú bara svona, nei. Hvað, það er að koma að staða einhverju stríði eða? Nei. Siggi Höskuls er líka skákmaður, sko. Já. Já, heyrðu, það var maður að segja mig það að Siggi var að tefla á Reykjavík Open. Já, ég skráði það, ég bara sá hann að mæta. Já, ég hugsaði bara með mig, hvað mótið að byrja á að geta að fara að þjálfa, ég muni, sita þetta frá 9 á mótnana til, þú veist, það eru 2 skákir suma daga. Ég sá Heimir labbaðin í hörpunni, þá er eitthvað ágjör að leikni í sumar. Ég vilja svo Heimir taka þátt, kannski næsta ári. Aldrei veit það. Þið geta verið bara að monta sakur einnig við þetta max, sko. Nei. Er ekki alveg að skýlaust að skákin hjálpa til þegar þú þjálfari? Ég heyrði þetta sögu því yngri flokkunum, þá var einhver sem að sagði, það var stúlknarþjálfari og hann sagði öllum að byrja að tefla, því hann hélt að það myndi kannski hjálpa þeim við leikskilningin. Ok. Já. Ég veit ekki, ég bara... Það er bara já. Svarið er já. Skákin er, þú veist, þú þarft að vera, það er ákveðin rökhús, þú þarft að vera, þið þekkið þetta, þú þarft að vera fljótur að hugsa og þannig að það eru samlinginga með þessu, það er alveg sama í þjálfunni þegar þú ert á hliðlínu, þá þarftu ofta að taka ákvarðanir, bara svona spontant, það þýðir ekki alltaf að vera bara hugsa og svo kemur ekki út úr því, þannig að það er... Þegar þú ert að undirbúið fyrir leiki, ertu mikið að pæla í hverju þjálfari andstæðingsins? Jú, ég ger það, já. Er einhver skák þarna til dæmis með uppstillinguna og annað? Ertu til dæmis bara... Stúdera bara, þú býst við einhver og síðan stillir hann kannski upp allt öðru. Hversu mikil heilaleikum er það? Já, ég meina það, þú veist, auðvitað eru sumir, ég ætla nú ekki að fara að nafngreina menn Jú, en auðvitað eru sumir þjálfarnir spilaði yfirleitt eins og sumir eru góðir í því að svona breyta liðskipan þegar líður á leikin. In-game management eitthvað. Já, og svo eru aðrir, ég meina, við tekja Arnar Gunnlaugsson, þeir nota 2 konar pressu og þannig að þú þarft að búa undir það og svo framvegist þannig að jú, auðvitað er þetta svona smá. Ert þú bara gamli góði 4-3 eða? Já, ég meina það er sko, jú, ég spila það langt mest og það er náttúrulega... Hvað ætlar að gera við minn mann Aron þá? Góð spurning. Aron Jó? Já, þú með Patrik frammi. Já, það er fleiri stöður sem getur spilað. Já, ok. Þannig að En hefur þú pælt í, þú veist, ok, bara tökum sem senast síðan, gekk ekki nægilega vel, eitthvað uppar eitthvað, þú veist, eða er það bara frekar eitthvað aðrar myndir af 4-3 eða er þetta að fara eitthvað annað skemmtilegt? Jú, ég meina auðvitað ertu alltaf spáir alltaf í það þú getur spilað 4-3 á marga vegu, ég meina Víkingur spilar 4-3 og þeir eru með 1 djúpan, 2 fyrir framan, KR spila þannig líka, ég gerði þetta þegar ég byrjaði að þjálfa hjá FH, þá var ég með 1 og 2 fyrir framan, svo var Daði Viðars, hann var hættur að geta kofara þessi svæði, þannig þá þurfti ég að draga annan niður og vera með 10, þannig að ég má ekki segja ég mátti ekki, Daði verið brjáláldum segja þetta, nei og þannig að þú veist ég prófaði að spila 3-4-3 og einhver tíma notað 5-3-2 eða eitthvað svoleiðis, þannig að hvað þetta heitir allt, þannig að þetta
er fullt af kerfum. Algjörlega. Birgir, þú ert Blikamaður, ég ætla að leyfa þér að taka dóminaspurningu. Já. Herru þarna Dóminusmenn, þeir eru náttúrulega með bestu pítsisnæra landurlegur. Rétt. Og þeir voru rosalega ánægðir með sneið sem að Heimir gaf Blikum. Þegar hann sagði að það væri frábært að vera loksis byrjaðar að tala fyrir mót að ætla að vera Íslandsmeistarar. Er þetta bara Heimir að gera mindgames at best eða ertu virkilega ánægð með að Blika sig, þú veist, ákveður þetta pæli því að Blika sig að pæli því? Af því að Blikarnir hafa átt erfitt með að skilgreina sig sem klúbb. Já, ok. Þess vegna kom þetta svolítið óvart að Ég held nefnilega að þetta hafi verið, sko, þú ert náttúrulega eitt mest í Bliki sem hefur stíið á þessari jörð, sko. Já, en Þú veist, ég var náttúrulega undirbúið með aðeins, sko. Já, er alltaf stofnaði skálið Breiðablik, sko. Þarna, en málið er samt það, sko, að þetta átti ekki að koma, veist, þetta var óvart. Við ætluðum ekki að gefa þetta út, við ætluðum að vera Íslandsmeistarar, sko. Óvart? Já, ég held að Ísak Snær misti þetta út úr sér. Við ætlum bara að spila skemmtilega fótbolta. Það leyndum alveg ætla að vinna það. Nei, við ætlum bara að selja leikmenn út og spila skemmtilega fótbolta og sjá til hvað gerist. Nei, og svo í svari spurningum, þá er ég ánægður með það að því litum til að nú er Breiðablik loksins búin að skilgreina sig sem klúbb sem ætlar að vinna titla í staðin fyrir klúbb sem ætlar bara að búa til. En er hægt að, ég örgulega spurt þessu spurningu ári öðrum þætti, þú veist, er hægt að vera klúbbur sem er bæði að búa til uppáhaldsleikmenn? Ég hef aldrei verið með þér í þetta. Nei. Höfum það alveg á hreinu. Nei, og minn aldrei verið aftur. Nei, þannig að er hægt að búa til uppáhaldsleikmenn, reynt að selja út og líka vinna titla? Þú veist, ég held að þú tekið þessu umræða áður, þú veist, varandi bara, þú veist, getum við nefnt eitthvað félag út í heimi sem er að gera þetta? Ég er ekkert svo viss, sko. Þú veist, ég veit ekki, Dortmund eitthvað, þeir geta vinna titla, sko. Þú veist, er hægt að vera bæði að selja upp alla leikmenn, koma þeim út og líka vera að reyna að vinna titla? Já, ég meina, við sjáum í Hollandi. Já. Við höfum séð líka núna bara að því að Bodo Glimt er að slá í gegn í sambandsdeildinni. Algjörlega. Og þeir eru búnir að Alfons náttúrulega spila þarna staðið sér frábærlega og þeir eru búin að vera meistari síðustu 2 árin. Og eftir fyrri titilinn þá seldu þeir held ég 3 eða 4 bestu leikmennina sína og svo unnuðu titilinn núna í haust og þeir eru líka búin að seldu þá 3-4 bestu leikmennina sína en þeir ná alltaf að halda sér við toppinn. Þannig að ég myndi að halda þetta að væri gerlegt. Já. Valur er þannig klúbbur að ef þið eru með, það er ekki verið uppálda leikmaður, bara ungur efnir leikmaður, þið munu aldrei standa í vegi fyrir að fara í atvinnumennsku? Nei, ég hef ekki gert það sem þjálfari að þú veist, draumur manna eða stráka að komast í atvinnumennsku og maður reynir nú freka bara að hjálpa mönnum heldur en að standa í vegi fyrir þeim. Já, algjörlega. Nú voru að koma einhver svakaleg spurning. Já, hún er, já. Þú veist líka alltaf þegar Leifi vill ekki lesa hana, það voru nervið, sko. Lúpmenn, þeir vilja aðeins ræða... Hvað ertu með hana? Ég er með lúp. Þetta er aðeinslega gott. Þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Þeir vilja aðeins ræða brottferð þína frá FH og það er bannað að segja aftur, er ekki árið 2022. Nei, Hvað sagðir, er ekki? Af því þú segir áðan, þeir komið spurningu að það er komið nýtt ár, þannig að það var bannað að tala um það. Já. Þú ert sá þjálfari sem við náðu hvað mestum árangur með FH-lið og það sést bersýnlega að það við nánast ekkert gengi hjá þeim eftir að þú fóst. Fannst þér þessi ákvörðun FH var rétt á sér? Var ekki ekstra svekkjandi að var reisupassan þegar öll önnulið hér innanlands voru búin að ráða þjálfara og kemur til greina að taka við FH aftur í framtíðinni? Já, það voru mikil vonbrigði að á þeim tíma að vera rekinn og það er líka sem sagt að því leiðin til að sem sagt ég hef búin að vera með liðið í 10 ár og þið sjáu það bara ef þú lítur á íslensku deildina bara síðustu, segjum bara frá 2000 að
það er ekki mörglið, ég meina, þú veist, ef þú tekur Víkingur var að vinna í fyrsta skipti sko síðan 81 held ég, eða 90 maður ekki. Þú veist, Blikarnir voru áttu möguleika núna að vinna í fyrsta skipti síðan 2010, þeir eru meistari 2010. Stjarnan var einu sinni meistari 2014. 14, já. Ég ætlaði nú ekki að fara að ríða það. Þú veist, og ég meina þeir hafa ekki verið nálægt í síðan. Þannig að menn sjá það, og á þessum 10 árum sem að ég var þjálfari FH, þá var einu sinni sem liðið endar neðar en öðru sætiði, annarsætiði, og það var 2017. Og þá var það 3. sæti? Já, þá var það 3. sæti, og samt með liði í Evrópukeppni, og þá var ég sem sagt látin fara og... Gekk ekki vel hvernig var Evrópa það síðan? Var þetta ekki bara fínt? Jú, það gekk vel í Evrópukeppni, og það var einmitt bragaleikurinn sem við byrjuðum að tala og sem sagt en þú ert líka voru vonbrigði og í ljósi þess að vinna titla bara sem ég var að tala eins og með liðinu og svona, vinna titla rosalega erfitt og það er mikil vinna sem er að baki og hjá öllum sem að koma að þessu og þá fannst mér svona eftir að hafa verið búin að vera með liðið sem sagt í 10 ár og aldrei farið neðar en 3. sæti að þá fannst mér það svolítið vonbrigði að vera látin fara. Og hvað var spurning nummer 2? Spurning nummer 2 var, þú veist, þú ert rekin þegar að sko öll önnur lið eru ráða þjálfara. Ég ætla að segja það einmitt líka, að það voru líka, fannst mér, ég var fannst mér stungin í baki með það að auðvitað var ákveð sem sagt var ákveðin uppsagnarfrestur í samningnum en þeir eru búin að vinna með sömu mönnunum lengi og þá hefði mér nú fundist það sanngjarnt að þetta var ákvörðun, skilur? Já, að ég hefði fengið að vita hana sem sagt áður en að það var búið að ráða í allar stöður. Mér fannst það svolítið klúðuslegt og líka fannst mér það að sem sagt Jón Rúnar var búin að segja það í held í Morgunblaðinu að ég áfram sem þjálfari liðsins, þannig að mér fannst þetta svona svolítið bara lélegt, við getum bara orðað þannig en að móti kemur að ákvörðun tekin og En heldur það sé möguleiki á því að þeir ætlu að halda þér eins og losnar Óli Kristjáns og þá tekin ákvörðun? Hvort það verður með ráðum gert? Já, það er tvennt sem kemur til greina sem ég að mynda að pæla. Var þetta með ráðum gert eða í öðru lagi var þetta þannig að þeir ætluðu bara að halda þér áfram og svo losnar Óli og hann hringir í Jón Rúnar og... Já, ég meina það getur vel verið, ég veit bara, ég þekki það ekki, þú veist, ég meina það er bara svona fór þetta en eins og ég sagði á hann að þeir eru búin að vera svona lengi hjá klúbbi að þá verður líka að hugsa með þér, þú veist, ég meina fyrsta lagi þá gerði klúbburinn helling fyrir mig. Já. Þú veist, og maður regnaðist fullt af vinnum og geggja að vera í Hafnarfirði og þá verður bara lífið náttúrulega bara verður að halda áfram og það þýðir ekkert að vera að hengja sig í þessu og síðasta var mun ég kemur til greina? Já, kemur til greina, já, það kemur alveg til En svona, ef þú horfir núna bara tilbaka, nú ertu bara þjálfari Vals og bara besta hópa í Íslandi, þú veist, myndirðu segja, þú veist, eftir að þegar þú horfir í baksýn í speilin, fannst þér vera komin þreyta í samstarfið milli þín og FH? Fannst þér þegar rétt á sér að því leiti að þetta var svona vera að dvína undan þessu? Já, ég meina það fer eftir hvað menn kalla að dvína undan þessu að ef þú tekur eins og ég hef alltaf sagt sko að búið til velgengni viðhalda velgengni allt annar hlutur og miklu erfiðar og það bara til dæmis sem að Víkingur kemur til að lenda í sumar að það vilja allir vinna meistarana og svo framvegis það eru fullt af hlutum sem spila
spilað þarna inni þannig að en nú ég komin í einhverja ógöngur Ég ætla að nei, býtu upp Sorry. fyrir ekki að þá auðvitað alltaf þannig þú veist að þú ert búin að vera lengi eins og þarna, ég er búin að vera 10 ár og auðvitað kemur alltaf þreyta á ákveðnum tímapunkti en liði var samt Íslandsmeistari sko 2015-2016 og í þriðja seti 2017 og það er ekkert óeðlilegt að eins og ef þú vinnur titla 2 ára röða að komi einhvern tíma smá hiksti svo þarftu bara að reyna að vinna þig út úr því og halda áfram þannig að í ljósi þess þú veist, auðvitað er það alltaf þannig að það kemur alltaf einhver þreyta en þá ertu líka með það er að gera fullt af hlutum líka það er þetta skiptum aðstofumenn það er þetta að Hristu upp í leikmannahópnum skiptum formann, nei Já. ok, það er ekki fínt svar Algjörlega En þú talar það að það vilja allir vinna meistarana það er sjálfsögðanig, þú enga síður varið Íslandsmeistaratitlinn 2 svar 2008, 9, Og þetta er góð 15, punktur hjá hann sem hann að segja þú veist, ef við horfum bara tilbaka ársins 2000 það hefur ekkert lið þannig þegar 2022 í dag, það er ekkert það er einhvern veginn ekkert lið sem að hefur verið að vinna titla tala mörg ári röð, bara 2-3 Nei, það hefur ekki verið þetta er bara það er FH Já. og það er KR Já. og það er og Valur upp á sig, eða þú veist, núna En einhver hyggst á milli, sko, lang oftast, sko Já, algjörlega en já, aðeins að því að vinna Íslandsmeistaratitilinn og síðan tímabilið eftir finnur þú fyrir einhverjum draug þar? Eða fannstu? Í hvaða tímabil? Bara 2008 og síðan 2009 eða bara öll tímabilin finnur þú mun á stemninguna því að það er oft talað það er erfiðar að halda titlinum Já, þú finnur alltaf þú veist Er munun einna helst á leikmennum þínum eða leikmennum sem verður að spila því? Já, það er bæði það er náttúrulega þú veist, það þarf ákveðið hungur til að viðhalda velgengni, ég menn þetta er alveg sama eins og bara með hefðbundin störf í þjóðfélaginu þegar þú ert búin að vera í sama starfinu í kannski einhvern x langan tíma þá kemur upp þreyta og fólk fer að spáði hvort eða ekki að skipta vinnu og svo framist, það er ekkert öðruvísi í fótboltanum að þeir eru búin að búið að vera velgengni í langan tíma að þá svona fari menn að hugsa, þú veist, þá fara að læða svona alls konar búkar í hausinn á mönnum, þú veist, við þurfum kannski ekki að gera þetta 100% núna, sko, ég meina, við komumst í gegnum þetta 70%, sko, komumst í gegnum þetta 70% og svona, þú veist, hungri minkar og svona alls konar litli hluti sem að fara að velkjast fyrir mönnum og það er það sem að gera þetta sem sagt svona erfitt að viðhalda velgengni. Er þetta í haustum og þjálfarunum líka? Já, þetta er haustum og öll. Já. ég er ekkert undan skilin að þú veist að mikil velgengni, þú þarft að vera með báða fæturnar á jörðinu, það þýðir ekki að hvert einn skipti sem að vinst einhver titil að bara halda maður eða sem sagt að fara eitthvað fram úr sér. En af því að það er bara nærtækast að dæmi, bara tímabilið fyrir að Val, skilur þú veist, er eitthvað sem getur bara svona sett þau maður laga bara núna, þú veist hvað klikkaði? Já, ég finna það sem klikkaði í fyrra var við réðum ekki nógu vel við mótlætið og svona ég fannst ég vantaði svolítið hungur og það er líka sem sagt Valur var Íslandsmeistari 2017, 18 og svo 20 þá ertu með þetta eins og við ræddum fyrir í kvölda að þá þarftu svolítið að breyta leikmannahópnum svona til að reyna að búa til þessa stemningu og þetta hungur. Ég held að Hilmir hafi verið að senda mér Voru þið vannan? Býtu?
hann væri annars ekki að senda það held ég allavega tók það alltaf, ég tapaði og bara herru síminn dó hérna Já, það er hann væri leiðilega fréttir hérna í beinni og hann hefði tapað sko Veitu Lalalai hann er ekkert, ok, klárt ég að grínast Já, sem sagt, en eftir að þú skilur FH þá ferðu til Færeyja, Hafnar Boltklúbb. Já. Barjón Mósómenn, þeir eru afar hrifnir af Færeyjum og vilja aðeins ræða tíman þar. Og tekur 2 sísón þarna og sækir hellinga málmum. Á hvaða kaliberi er þessi deild? Sem sagt, bestu liðin í sem sagt Færeyjum, eða þú veist, KÍ er langbesta liðið núna og svo þetta með sem sagt stærstu klúbbar er KÍ, HB, svo þetta með Rúnavík sem að Gauði Þórðar var, Víkingi Götu og svo B36, þetta eru stærstu liðin og sem sagt, ef ég tek KÍ núna sem er langbesta liðið og þeir eru með mjög góðan þjálfara Mitchell sem sagt heitir hann Færeyingur og mjög klókur að hann ef ég tek KÍ núna þá eru þeir ef þú kannski tekur 5-6 bestu liðin segjum, svona 4 bestu liðin hann er kannski að keppa með liðið sitt KÍ kannski 5-7 sætið HB liðið þitt, hvaða sætið hann það í? Það er svona svipað og 5-7? Já. En á móti kemur að eins og ég sagt, þeir eru náttúrulega með lengra tímabil og 3-fald umferð og það er mikið, bara svo þjóðleikvangurinn í Þórsöfn, þeir eru búin að byggja við hann og það er nú eitthvað sem við getum Íslendingar að því að það er náttúrulega með blessaða Laugardalsvöll, það komst ekki inn í Fjárhagsáætlun, já, Fjárhagsáætlun var ekki 27 Jú, 27 we're waiting sko Já, og þeir tóku sér bara til og hentu þarna upp alvöru, eða sem sagt hann var hálfur og hentu bara upp alvöru velli geggja flottur og mikil gróska þarna, þannig að þeir eru bara að verða betri og svo er bara frábært að vera í Færeyjum þetta er mikið sómafólk og við og fjölskyldan vorum hann í 2 ár og það voru allir að reyna sem að umgengst í kringum klubbina að reyna að láta manni líða eins vel og mögulegt Færeyska landslið, var það aldrei opsjón eða? Nei, ég talaði sem sagt, ég hafði áhuga á því starfið en ég komst ekki inn í ég held að það veri einhverjir ég meni hvort það veri 4 eitthvað svoleiðis, eitthvað búli í endan Já. Þannig og það er bara þannig með þjálfarstörfi í dag bara sem færeyska landslið þú veist mikið af mönnum sem sækjur hæfum þjálfurum Já, þú varst nú tímabil orðaður við stöðuna íslenska landsliðsþjálfarann hvað finnst þér stöðuna á landsliðinu núna? Það er bara ákveðin svona uppbygging að eiga sér stað og náttúrulega bara margir menn sem eru konur út úr þessu og það tekur tíma alveg svo það var gert þá á sínu tíma það tekur tíma að byggja upp nýtt lið og við verum að sýna þessu þolinmæði og svo er náttúrulega líka bara Er þetta FH-tengingin að tala? Hvað má kalla uppbyggingu lengi skilur? Þú veist, þegar úrslitin fylgir ekki neitt með sko? Já, ég meina, við getum alveg fabulur á þetta, ég meina, þú veist, Óli Jó var með landsliði á sínum tíma og menn segja, það gekk ekki nógu vel, en hann gaf öllum þessum strákum tækifæri og þó hann hef ekki fengið neinn úrslit og þá svo byrjaði það að detta Larsmætir Já, og ég hef nú trúið því að Arnar Viðarsson og Jói Kalli þeir náðu nú að búa til gott lið á endanum en svo getur maður líka fabulegur svolítið valið oft á tíðum skrítið, mér finnst skrítið af hverju Willum ekki í hópnum mér finnst hann geggjaður miðjumaður og
og þessar helstu kannónur sem hafa verið sem sagt inn á miðjunni að þeir hafa ekki verið til taks, þá finnst mér svona hann svona sá næsti sem getur komið inn og svona gert góða hluti, þannig en ég meina að þú veist, þetta er ekki allir alltaf sammála þegar kemur það svona vali. Fékkstu símtali frá Guðna? Já, ég fór á fund með Guðna. Já, hvernig var svo fundur? Hann var bara fínn. Já. En ég fann það svona á honum að hann... Þetta var meira til að fá fundin? Já, þetta var svolítið svona, ég fannst svona að hann væri... Leikþáttur? Nei, ég ætla ekki að segja það. Þú ert að vera grjótharður. Já, Birgir, þú ert grjótharður. Er þetta hérna... Þetta bríón að tala. Já, þess ekki áfengislaus. Þú varst að reyna að ljúga því af mér hérna fyrir áður en við byrjuðum. Til léttur. Já, mér fannst svona að eins og það væri bara komið mjög langt með að hérna, hann ætlaði að taka Arnar og Eðismára. Er einhver í þessu liði sem sér taka við keflinu og fara með lið á næsta stíg? Einmitt, sérðu þess að gæja sem Óli Jó var alveg upp í þessu liði? Hver er svona líklegastir? Hvað mennar, ég átti mikið alveg spurningunni. Sko, spurningin er, allavega frá mér, er að þú veist, að þú veist að segja Óli Jó, auðvitað náðu hann ekki úrslitum, en hann var aðeins að blóka þessa leikmenn. Þú varst með Gylfa, Aron, Kolla, talið lengi áfram. Sérðu einhverja Gylfa, Aron gæja í þessu liði sem er í dag? Það er góð spurning. Já, ég menn ekki sé alveg leikmenn sem geta farið á stærra svið, Jón Dagur. Ég held að hann geti hérna, sem dæmi farið á hérna, stærra svið. Ég menn að við sjáum Alfons er búin að vera... Hann var að pakka Róma saman. Já, og er bara að bæta sig þarna úti hjá Bótó. Þannig að já, ég sé það alveg að það séu einhverjir menn sem getur tekið við þessu kefli. Já. Góð hringir hann. Hvað er þetta ekki að vera búið það? Smittarmenn, þeir telja að Heimir Guðjón sé besti miðjumaður sögu efstöldar. Þetta er alveg menn. Já, láta það líka með hluti vilji. En þú ert glæstan feril í efstöld hér á landi. Þeir trúið varla ennþá að þú er ekki atvinnumannaferil. Kom það aldrei upp á borðið? Jú, það kom upp á borðið og það er nú eiginlega bara ég bara viðurkenni það, ger það nú ekki oft en ég viðurkenni það að sennilega að ég sé mest eftir að ég átti möguleika á sínum tíma að fara á Norrlöndin og spila en þá var þetta tölvöld öðruvísi en það er í dag, það voru náttúrulega ekki sömu launin og þetta voru ekki mikið laun og ég hugsaði með mér að væri bara betra að vera hérna heima vinna og spila fótbolta og það væri svipað og Hvaða liði voru þetta? Þetta voru liði í Svíþjóð og Noregi og ég var svolítið ég sé eftir að þýlum til að ég bara Hvað varstu gamall þarna? Þarna var ég 25-6 ára þá hefði maður þú veist bara átt að láta slag standa, fara og láta á þetta reyna og ég meina þá þetta þú voru engst að vera að byrja. Já, og í Vestafalli hefur þá bara komið aftur? Já, í Vestafalli þá hefur maður bara komið með skottið með lafana. Já. Við erum með spurningu frá góðvinni þáttarins. Hver er besti íslenski ameríski leikmaðurinn sem þú ert að þjálfa núna? Íslenski ameríski? Hvað þú voru að útskýra spurningunum betur fyrir mig. Spurningin kemur frá Aron Jósens. Íslenski ameríski Þetta er svakalegu fugl maður Aron það er Ajóð og það hefur getið fundið einhvern annan, það hefur verið ansið gott helstu fyrirmyndir í þjálfun frá messanum? Ég var Rinus Michels hollendingur var með Ajax, Total Football Barcelona á sínum tíma mikill hugsuður ég viðurkenni það ef þú tekur svona áherslur þá hef ég
sem sagt ef þú tekur sóknuleik þá náttúrulega hugsaðu, það er gaman að horfa á Guardiola, þú veist hvernig hann er að yfirmannasvæðin í sóknarleiknum eins og við vorum töluðum fyrir kvöld, ég er gaman að því, ég meina þú getur líka tekið hinn pólinni hæðina, sko, Diego Simone með Atletico, það er líka oft, þú veist, þetta er ekki kannski endilega skemmtilega sem maður horfir á, en svona út frá þjálfanum þá er oft gaman að sjá sem sagt hvernig hann leggur upp varnarleikin og ég meina þeir eru besta lið í heiminum í dag að stoppa skyndisóknir, bara svona tekið eitt dæmi, þeir eru alveg óhrættir við það að sparka menn bara niður eða sjá eitthvað smá vesinn. Þú veist, þannig að það er svolítið svona, þeir eru svona skemmtilegir pólar, en ég hef líka Van Gaal, ég hef lesið svolítið eftir hans og ég er mikill Pat Riley maður, ég hef náttúrulega lesið bækur eftir hann og þannig að þetta er svona kannski það helsta. Já, hver er besti samherji sem eru átt á vellinum? Já, fótboltasamherji. Já, það er svolítið, já, þú útvanlega þannig að ég var að spila Já. Það er svolítið erfitt að gera upp á svona milli það var geggjað að spila með Þormóð Egil, sko. Og það var geggjað að spila með Hilmari Björnsinni. Já. En þetta voru mjög ólíka típur. Þormóð var svona leiðtogi, meðan ég var inn á miðinu, Hilmar Björnsson var út á kanti og við áttum geggjað sem sagt bara svona samband að því leitinu til að ég vissi alltaf hvað hann var og hann vissi hvert ég myndi senda boltan og við sköpuðum á sínum tíma alveg ótal tækifæri bara með einföldum sendingum milli bakvarar hafsends sem að við bara horfðum á hollenska fótboltan og þeir eru alltaf að gera þetta, þannig þá bara fórum við að gera þetta og þannig þessir tveir svona, en líka ég get líka tekið Tommy Nielsen og það var geggjað að spila með húnum, Alexander Högnason líka, það var geggjað að spila með húnum. Það átt að velja einn. Ég ætla að taka Hilmar Björnsson. Hilmar Björnsson? Já, hann verður ánægður með mér núna líka. Kóngurinn á RÚV, já. Nautið, hann er alltaf kallað nautið, það var alltaf þegar var spilaði körfubolti heima á honum, hann var svona á planinu. Já. Þegar hann tappaði, eða þegar hann var að tappa, þá tók hann alltaf boltan og setti hann undir hendinu og hljóp inn og við stóðum bara eftir úti. Leiðilegasti leikmaður sem þú mætti á velli? Eitthvað leiðilegur. Fyrsti sem kom fyrir hugan. Leiðilegasti? Það lítur að vera einhver af þessum skagabísum sem að maður spilaði á móti. Ég verð ekki að segja alveg Högna. Alveg Högna, já. Það var geggjað að spila með honum, en það var leiðilegt að spila móti honum. Hann var líka, það er ekki margir sem vita það, en hann var eitt sá fyrsti sem að var að yfirtækla í íslenskum nú voru hann brjálaður út með. Hann tæklaði þannig að kom með takkana út og takkarnir fóru yfirleitt bara yfir boltan og beint í legginn á anstæðingum. Það má ekki vera rifið þetta. Hver er stærsti leikur að þínu mati á ferlum sem þjálfari? Er það Braga eða? Já, byrju nú. Já, allir sé ekki Braga. Ég hugsa það. Nei, það er nú örugglega einhverjir ég man það ekki. Stærsti leikur sem ég spila, það var Goodson Park. Já. Everton Evrópukeppnin. Með KR. Já. Það var mjög gaman. Svo spilar um Aston Villa sem þjálfari? Já, Aston Villa, já, alveg rétt. Það er stærstu Hvernig var þetta? Fyrri leikur var heima, eða ekki? Jú, í Laugardalnum. Hann fór Ég held að það verið 4-0 eða 4-1, maður það ekki alveg.
það var allan að tap, en ég meina það var pakkaður Laugardalsvöllur og geggjum stemning. Hver var þjálfari að vilja þá? Martin O'Neill. Já. Stórkostleg típa. Það ekki? Já. Þú verið rauðin eftir leika? Nei, en hann sko sem sagt árið eftir þá fór ég til Aston Villa og bara svona náðum hann sambandi við þá og ég fór til Aston Villa og satt með honum í sem sagt bara fylgdist með æfingum og var að spjalla við kallinn og mikill eðal maður og ég hafði svolítið gaman að því að ég man alltaf eftir þegar sem sagt ég var búin að vera, þú veist, þá var þetta, þú veist, þessu ensku þjálfarnir, þeir voru ekki alltaf að mæta út á völl, sko, aðstofmenni sáu bara þetta og þeir voru bara á kaffistofunum? Á kaffistofu og þá kom hann út á völl og spjallaði við mig og þú veist, maður hafði heyrt að hann væri menn svona tölum sem hann væri svolítið sérstakur og en það gekk bara bara spjallaði við hann og svo sagði hann bara stutt og heilsaði mér og svo sagði hann, ég er að klára æfinguna og bara ég býður í mat og þú kemur í mat, sko og ég var bara, allir viðurkenna það, ég var bara pínu stressaður. Svo kom hann í matinn og þegar ég sá að hann var alveg stressaður og ég og þá gekk þetta bara heldur vel. Og við spjöldum saman heil lengi og alveg yndislegur og gaf mikið af sér sem hann þurfti ekkert að gera, einhver strákur frá Íslandi mættur og hann alltaf búinn að þjálfa í ensku deildinni í fjölda ára og það var bara, hann var alveg frábær. Er þetta síður sem tíðkast eitthvað á Íslandi að bjóða rauðin eftir leik? Hafið þið Rúnar tekið eina góða flösku eftir leik? Nei, ég held meira öl bara. Já. En Bríó bara? Já, Bríó. Já. Óli, já það var sko, jú, ég meina, maður hefur gert það gegnum tíðina að bjóða mönnum í bjór en maður yngist ekkert þannig það ég held sé betra bara upp á skrokkinni gera að fara bara í rauðinni eins og gera þarna Já, Gambinoinn bara. Já, Gambinoinn og en ég býð nú Óla Jó alltaf ég var reyndar einhvern tímann hvaða ár var það? Það gerði 2016 eða eitthvað svoleiðis þá var ég búinn að segja hann og þá tapaði hann fyrir mér og hann hljóp bara heim og mætti ekki einu sinni. Hversu mikið fylgistu með umræðinni hér á landi? Fótbolta? Já. Ég bara fylgist með því sem ég vil fylgjast með. Það að taka hlaðvörpunni í eða? Nei, ég ekki mikið í því. Nei, ég myndi ekkert vera á því. Nema til þess að Dark helst. Jú, já. Hvað lið verið Englandsmeistari? City vinnur þetta, því miður. Þú ert Liverpool, var það ekki? Nei, ég vestamæður. Ertu? Já. Ég fór á vestarleiku daginn. Já. En ég held að City... Það var sneið. Já. Ég held að City klári þetta. Upton Park. Já, hefur þú farið á London Stadium með það? Nei. Ef þú ert búin að fara á Upton Park þá er London Stadium það er svona öðruvísi experience, sko. Já. Maður er ekkert, þetta var alveg gaman, sko. En City taka þetta, já. Ég held að City klári þetta, mér finnst þeir svona helstefstastir í dag. En Liverpoolið geggja líka. Já. En þetta líka bara kannski svona smá óskhyggja því að ég held að Höddi Magg vinnur mig vera óþolandi ef Liverpool vinnur þetta. Sko, Gummi Ben sagði það að Höddi Magg, sko, að þegar hann tapar skák á chess.com, hann er búin að lendi í 2 eða 3 að vera hendur út á síðinu því hann hrauna svo yfir anstæðingi sín. Já, það kemur lítið óvart. Það kemur lítið óvart. Það er hárrétt. Það er vel orðað, sko. Vel orðað. Já, þá er bara að koma hraðaspurningum, Birkir, nema þú viljir taka... Nei, ég hlakka til bara eftir Heimir var bara að lofa í lokin að taka hennar skák við Leif. Heimir hefur bara, frá því sem hann segir, hann hefur aldrei tapað skák nánast. En já, ég er bara til í það. Ég er mjög góður í að tapa skákum. Já, þá er bara að koma hraðspurningunum. Eina lokum fyrir hraðspurningar. Besti leikmaður sem þú þjálfað? Ég ætla að segja besti leikmaður sem ég hef þjálfað, ég ætla að nefna 2 leikmenn svona sem ég varst geggjað að þjálfa Björn Daniel. Já.
og líka svo var ég með skeggja þjálfa Aron Bjarnan. Já. Bara ótrúlega bara svona með og núna loksins byrja að spila og búin að vera svolítið meiddur, bara flottur strákur og harðduglegur og var mjög gaman að þjálfa hann. Björn er bara á bekknum, þú getur alveg keypt hann sko. Já, hann er bara svo helviti dýr. Ok. Já, reyndar eini viðbútt. Sko, já, ég var á leiðinni. Er einhver eftirminnileg eldra, alvöru, það sem þú bara tekið alvöru eldraðu inn í klefa, sem þið rekum minni til? Helst sem virkaði. Ekki, já, inn í klefa, nei, ég man ekki, ég gleymi því nú yfirleitt. Ég man eftir einhvern tímann 2000 og Evrópukeppni móti AEK í Svíþjóð, fundur fyrir leikinn. Ég man að ég náði mér vel á strik þá og enda leikurinn 1-1. Já. Það er svona sem að kemur fyrst upp í minningunni en Kannski svaraður spurningum minni sem ég bætti við það varst að besti uppsettir leikur á þinni hálfu að þínu mati. Það sem hugsaði bara eftir leik bara djöfull var það vel gert bara. Og liðinu þetta. Herðu, förum við hraðspurningar. Ég skal hugsa þetta aðeins með ég tek hraðspurningar. Ok. Ertu á klár? Já. Bara í þetta. Jæja, Heimir. Uppáhalds matur. Naut. Efnilegasti þjálfari bestdeildarinnar. Siggi Höskulds. Besta rauðin. Vínaranda. Vinstrilöpun á Þorsteini Stefánssoni eða vinstrilöpun þín? Vinstrilöpun á. Ég kann alltaf aldrei sparka með vinstri þannig að ég tek pappaðinn. Besti þjálfari í bestdeildinni utan þín? Rúnar Kristjánsson. Uppáhalds drykkur? Vínaranda. Ófengi drykkur? Kristall. Uppáhalds staður í heiminum? Pallurinn minn. Hvað lifir Íslandsmeistari? Valur. Hvert finnst þið skemmtilegast að fara í frí? Pallinn minn. Skemmtilegast að minningavelli? Ég fótbröð einhvern kefling. Glæsilegt. Þá er bara að koma að skákinni nema á sért með eitthvað svar fyrir Birki hana. Svar fyrir mig? Nei. Já, búið. Ja, þá er sena spurningin alltaf sama árum fyrir með skákina. Hvað er mikilvægast í lífinu, Heimir? Mikilvægast í lífinu? Það er bara þetta sama og venjulega. Bara hugsa vel sig og sína og reyna að hafa bara allir gaman að þessu. Já, takk. Þá viljum við bara þakka Loop, Barjón Mosso, Smitten, Kemi, Hreyfli, Dominos, Payday, Brio, Áfengslausum, Messanum og Bæjarins bestu að sjálfsögðu. Já, og fyrir þá sem vilja alls ekki missa skákinni þá steytið inn á YouTube núna. Takk fyrir. Jæja. Ég gleyma því. Þú ert að líka reyndar, en ég hefur sporti. Gjörðu svo vel. Kannski tekur mækinn til þín. Ég hugsa það líka. Það er alltaf að gera þetta erfiðara fyrir því, sko. Ég er að tefla eins og trúður hérna, ok? Vonandi sést ekkert á tálborði. Varstu ekki að tala um sóknarleika á hann? Hvað segir ég? Varstu ekki að tala um sóknarleika á hann? Já.
Hilmir mun horfa á þessa skák og hugsa Leifur, þú getur ekki neitt sko. Já, okkur bara tefla hefðbundi virkir. Refur, en eitt reppin. Stórhættulegur. Já, basli með hana græða maður. Ekki að stoppa hann upp. Sko, þegar Ice.is held ég að heiti var og hét, einhver leikja sig það, þá voru við Hilmir mjög duglegar að tefla. Fyrir svona 10 árum. Já. Svo er hann komin í mind games líka. Hann er að komast inn í hausinu. Skæði. Ha? Gerum þetta svona. Var það ekki nóg gott hjá mér? Nei, það var ekki nóg gott hjá mér. Oft er þetta geðveikar leik sem er komið að fyrir skókinu, sko, áðan, sko. Svo það lifur það. Nei. Bara hittar þetta breytum. Þú dreipur dróningar. Já. Já, hérna. Það eru dróningar hérna. Já. Bara dreipi hér. Hann dreipur dróningar og dreipur með skák og svo dreipur hrókið. Já. Alveg rétt. Bölvaði fyrir maður. Það er bara að hafa gaman á þessu. Þetta var, nei. Jæja. Skák.
í fallinu? Það er mikið í. Skák. Hendin haglaðin. Vel gert.